Þú lítur að vera bara sáttur við þína menn eftir þetta? Já, þetta erum við mjög sáttir. Þetta var þú veist, þetta var svona bara ákveðið framhald af því sem við gerum á móti Aftureldingu, fyrir utan kannski mér fannst þetta svolítið niður varnarlega og eftir svona 20 mínútur í fyrri hálfleik þá dettum við svolítið niður. Ég hefði viljað halda því aðeins betur en við leidum með það mörgum allan tíman, það kannski skipti ekki alveg öllum mál, við höfum efni á því í dag. Já, þið eru búin að jafna eftir 3 mínútur eftir að hafa lent undir fyrstu mörkunum. Þetta var bara, þið gjörsamlega bara kappsiglið á strax eftir það. Já, í rauninni, við spilum við frábæra vörn, Gretar var frábær fyrir aftan, fáum fullt af hraðablöpum og erum að spila svona handbolta eins og við viljum spila. Ákveðum að kannski að svara svolítið svona þeirra taktík, að keyra upp hraðan, þeir bara réðu ekki við það. Við vorum alltaf skrefin undan og þeir áttu í rauninni aldrei séns. 10 marka sigur hefði alveg getað verið 14-15 marka sigur í raun og veru. Hvað skilar þessu svona í hús svona helst af öllu? Það er náttúrulega bara varnarleikurinn og markvarslan, fyrstu 20 þá komum við í ykkur 10 mörk og alveg rétt í þar. Ef við höfum spilað af sama krafti varnarlega þá allan leikinn þá hefði þessi sigur sennilega orðið töluvert stærri. Hlýtur að vera bara ánægilegt á þessum kafla þegar deildin er að jafnast út að þið séu komin á þessi siglingu? Já, klárlega. Við náttúrulega byrjuðum mótið alveg hræðilega og vissum það alveg að við hefðum ekkert efni á því að halda áfram, þá myndum við bara lenda í þessari botnbaráttu og sem betur fer þá eru öll liðin að tæta stig okkur öðru, þannig að það hefur svona kannski hjálpað okkur í því að við erum fljótir að vinna okkur upp töfluna, þannig að við þurfum bara að halda áfram og klára þessa leiki fram á jólum og vonandi ná að koma okkur eins ofalega á hægt er. Verður menn ekkert ódýr og stórir bara eftir eða það gengur of vel? Nei, við hefum ekkert efni á því. Við sáum það alveg hvernig það var í byrjun þegar við vorum ekki kannski að mæta fullum krafti, þá töpuðum við fyrir öllum liðunum í deildinni. Þannig að við þurfum að mæta á sama krafti í síðustu 4 leiki á móti öllum til að vinna.